Hérna höfum við stafræðikafla 7.1 og dæmi 21, get sé hérna fyrir ofan. Og hérna er dæmið, það er x jöfn pluss 11x mínus 350, það er jafnt á 0. Og þessi regla kallast nullreglan. Þá á við að fá tvö svar sem x getur verið, það getur verið 1 eða getur líka verið 2, við höfum 2 möguleg svör. Og ég nota sama regla fyrir að leysa þetta. Þá vill ég finna hvað margfaldar saman það gerir 350. Fyrir út í að nú töfla með öllu, það er losa fyrst 1 sinnum 350, það er jafnt á 350, 2 sinnum 175, 5 sinnum 70, 7 sinnum 50, 10 sinnum 35 og síðasta er 14 sinnum 25. Þannig að það er svo ein regla sem það gerir með þessu reglu. Ég þarf bara að hafa eina tölu mínus og þetta í plús og þú haft mínus og plús tölu að búið til þess að síðustu 450, það er mínus 450. Svo ég reikna, getur búið til 11 með að nota staftöluna út af í plús. Ég vil hafa staftöluna í plús og myndtöluna í mínus. Það fæ ég plústölu, ekki að öfugt að fæ mínus. Svo, 350 minus 1, nei það gerir 359 og bara hendur áfram og svo byrjum við 25 minus 14, hvað gerir það? Svona skæða út 25 minus 14, hvað það er jafnt og 11. Förum aftur upp, býtu, x okkar er 11, þá er bara að finna svarið okkar, 25 og minus 14. Þá er ég með þetta hliðar svo, bara reikna út. Þá er með fyrsta partinn, það er fyrsti svinn, og setja af sveið, þetta er samverkreglan, sett upp svona, það er eitthvað tölur, ræður, hvað maður setja inn og maður á að fara 0 í, þetta er 0-reglan, og það er 0 ein megin, restinni hérna. Svo við byrjum að reikna, hvað getur x rétt og? Myndu eftir að taka töluna, eins og í fyrsta sjónum, færa það yfir, og þá breytist plús í mínus, fyrsta x-ið í minus 25. Sama ef x minus 14 er jafnt á 0, við færum 14 yfir og mínus er plús. Svo x er jafnt á 14. Svo þetta er bæði svarmöguleika okkar. Þetta heit líka ansins jafna út af að færa 2 svör. Svo fyrsta x er minus 25, næsta er 14. Og setja þetta í regluna, þú veist, hérna, út af x er minus 25, setja hérna, minus 25 pluss 25, ekki 0. Skiptir ekki smaga hvað í þessu segja, það 0 segir hvað sem er, gefur 0. Svo þetta er svarmöguleiki okkar. Með stafræðikafla 8.1, dæmi 21, þá hefur þessa í jöfnu fyrir fleirboða. Þetta er svo langt dæmi, ég skrifaði háttaði allavega upp. Og við erum að finna út hérna A, B og C. Tekið út hvað mörg x jöfnu, það er fyrsta, það myndi A. Við erum bara með 1 að í, svo A jafnt og 1. Sama hér með 4x, þá er B jafnt og 4. Og svo C er hvað mörg eru hérna, svo bara mínus 5. Við tökum það, færa þetta C. Nú þurfum við að höra fyrir topppunktinn. Þá er B mínus 4AC, það gefur D. Við þurfum það fyrir eitt topppunkt eftir. Við erum búin að skræða það, svo. En áfram. Þetta er formulan, þetta er, ég manna þetta, þetta heitir Jóhannesreglan eða Bernoulli-reglan eða hvað þú kallar þetta. Svo setjum inn hérna, það er svo mínus völdasveið og fáum með mínus 4 pluss mínus hérna svið með öllu draslu sett inn
Shit. Sem eiginlega þurfti eiginlega ekki að gera neitt ef við nefnum þetta. Það er bara 1. Svo þetta er allt mangfanda saman og sett saman. Svo D okkar er 36, það í huga. Með einfanda niður, fyrir tökum rótna af. Það verður 6. Það er 6 í öðru, jafnt og 36. Ok, taka rótna frá og annað vendið frá. Þá er þetta hvað eftir með. Ég ætla að deila og svo reikna ég út fyrir pluss og mínus 3. Svo fyrir fyrsta fæ ég 1, fyrir næsta fæ ég mínus 5. Þá fæ ég að fyrsta x er 1, næsta x er mínus 5. Og með 0 punkta þá er að finna út hvað x snerti 0 og neð. Hvernig er þetta útskýrða? Þá skrifum við inn fyrsta x og svo bætum aftur 0 á endan. Svo þetta er bara 0 punktnir. Og ef d-ið búið reikna það í mínus, þá fær engan lausn, þá er bara ekki að finna 0 punktana. Það er ekki að finna rótið mínusu og það myndi fá eitthvað 6i og þá er þetta eitthvað miklu flóknari hluti. Það virkar ekki með fleimbúið. Svo hérna er fyrir að finna út topppunktin, eins og ég bendi á, það muna hvað mínus d er og það er 36. Svo hérna er ég búið að setja allt inn, svo er mínus 4 móti 2 og setni er mínus 36 móti 4. Svo hérna er að reikna út. Og fáum að topppunktin er jafnt og mínus 6 og komma mínus 9. Og nú þurfum við að finna e og svona. Og þetta er mjög einfalt að reikna. Það er ekki eins og að djóka. Það er fyrsta er bara 0, það er bara aftar. Og setna er bara 4. Svo tjekkum við hérna. Hvað er 7? Það er hérna. Það er jafnt og mínus 5. Svo skrifum bara hérna í jafnt og. Við höfum alltaf bæta að segja út að þetta er svona punktar sem við setjum svo inn í fleirboðan eftir. Er þá 0 og svo koma mínus 5. Þetta er alls ekki flóknara þetta. Og svo fyrir síðast að þurfum við að finna hvað x er jafnt og. Með að finna því þá myndi ég eftir að taka úr topppunktnum út af einmitt það formúla. Það er fyrsti partinn af því. Svo ég tek bara hérna x úr því. Það er svarið mitt, það er bara mínus 2. Svo ég get bara skrifið x er jafnt og mínus 2. Ég þarf ekki að reikna, ég tek bara frá topppunktnum og það er búin að reikna áður. Svo við erum búin að finna 0 punktna, topppunktna. Og hvað við með 1, 2, 3 punkta. Við höfum alltaf 3 punkta þegar búið til fleirboða. Og ég er búinn að búa til svona einhvern graf. Svo við reynum svona að búa til, segjum að einmitt hérna er fyrsta skrifbænana 1,0. Nei, ég er bara aukast á hinum minn, fyrir. Bara þetta. Fyrir þetta á við 1,0. Og þetta er það bil sem bara mínus 5,0. Og svo síðasta er topppunktin. Hann er snúinn, svo hann er hérna, svo mínus 2 og mínus 9 sem er bara það byrja hérna eitthvað staðar. Svo ég skrif það bara hérna, eitthvað, mínus 2, mínus 9.
Og ég ætla svo að teikna það bil, þá tek ég svona fyrsta, drega niður, og svo fer aftur upp í seinni og lítur við svona út. Svo þetta er svona grafið af limbo, lítur svona Og svo ef þú manst hérna, ef við tjekkum e-ásinn, þá snertir hérna 0 og það fer hérna gegnum -5 í y-línunni, það er þess snýna sig upp. Kannski ekki mest nákvæmlega, en þetta lítur allavega það bil. Svo takk fyrir þetta. Í stafræðikafla 9.1 dæmi 4, þá er með þetta dæmi hérna. Þá er með fx jafnt x mínus 2x mínus 3. Og ég þarf einna fallgildin fyrir f og x er þá 2, mínus 2 og 0. Og svo í loki það er einna fallgildið fyrir össunni jafnt mínus 3. Það er bara fx hérna bara mínus 3. Það ætla að byrja með fyrsta dæmi eftir með þessu 4 dæmi. Byrja með fyrsta sem er 2. Ég mun ekki setja upp F2, ég mun bara reikna út hvað kemur út hérna. Það fór 2 og þetta pæla. X er þetta hérna 2 og saman með 2 hérna. Svo mínus 2 sinnum 2 mínus 3. Það er 4 mínus 4 mínus 3. Þetta krossast út. Það átti ekkert að bæta því. Svo er bara mínus 3 fyrir fyrsta svar. Nú fyrir seinna það er að setja en mínus 2. Mínus 2. Mínus 2 sinnum mínus 2 mínus 3. Fá hérna mínus 2 sinnum þegar það passar ekki að skemmi þessu upp. Það er 4 mínus 2 sem mínus 2 verður plus 4. Mínus sem mínus er plus. Så plus 4 mínus 3, við reiknum þetta út og þá fáum við 5 fyrir seinni. Nú þetta er mjög einfalt, ég ætla að venda ekki að skrifa mikið upp. Að bara ég veit að x er 0 og 0 gjör við aftur 0 og hvað sem er sinnum 0 er 0, svo ég vil bara sleppa þessu. Og þá er bara svarið líka minns í hérna. Svo fær ég hérna mínus 3, mínus 3, nei hérna 5. Og hérna er áhæfaftur. Þetta er þetta að skrifa vitlaust núna. Það á bara að vera mínus 3. Svo ég ætla bara kannski bara að endurskrifa þetta. Mínus 3 jafnt og x. Vá, þetta er svona. Lata. Mínus 2x. Mínus 3. Hérna er áhæfaftur. Og það er mínus upp á megin. Það má ég taka út og það kan ég fæta yfir og þetta plus. Þá krossast þetta bæði út. Svo ég sker þetta upp á nýttuna. Og það er 5 mínus 4, það er plus. Þetta krossast út. Svo eftir með 0 hérna. Og svo skrifa hvað með eftir hérna x. Mínus 2x. Og eins og í 7. kafla þá er 0 hérna.
En kynnt du sammanhang? Nej, það var einfalda fyrst. Það er alltaf hvað maður gerir. Svo hérna er 0. Það er ekki hægt að einfalda það, bara 0. Það er hugsa, hvað er svo eins auðvitað eða baðmi? Þetta er x og hérna x. Svo maður taka x við þetta. Svo það er betur að sjá. Ég tók x og þessu, þá eftir x. Ég tók x og þessu, svo eftir -2. Og það er einna báða. Ég tek fyrsta. Og svo annan. Svo fyrsta er bara 0 jafnt og x. Það er ekkert meir, þetta er ándjús bara svara okkar. Svo x er bara jafnt og 0. Og fyrir næsta er 0 jafnt og x mínus 2. Það er ekkert hægt að gera þetta flóknara en þetta. Það er bara mínus 2 pluss. Það er jafnt og x. Svo fyrir seinni, þá fær x jafnt og 2 og 0. Þetta er svara okkar. Í stafnfræði kalla 10,1 dæmi 20 þennan þríhyrning hérna. Við viljum finna hornarinn grunnlína, þetta hérna, þetta. Og svo viljum við finna grunnlína, nei, lengt grunnlína, jú. Svo viljum við finna lengdina á þessu hérna og svo hornin. Með að finna það að þau eru svona skera þetta í sundur. Þau eru bara eiginlega bara í gegnum hérna. Við erum svo gefin að út af því að baðhliðina hérna er 25 og hornin af þessi 25. Það er út af að skipta í sundur. Það er bara í, hvað er þetta? Þannig að þá í vektluvíku bara teiknum nýja þríhyrning það bil. Þetta var ekkert eitthvað geggjað þríhyrningur, þannig að þetta mun virka. Og ætla ég bara að teikna svo nýjum öðrum lit. Fá svona segjum svipa. Þá erum við komið með þetta hérna, nýja. Þetta hérna er ennþá 25. Bara skrifa það inn. Vissum að þetta hérna var 25. Og hvað svo er skipti haft fáu 12,5. Bara skrifa þarna. Svolítið í tvíningu. Sjáðu. Það er tveir hlutir sem við veitum þetta. Nema út að skipta þetta í hátt. Það er þetta 90 gráðu horni mitt hérna. Svo veitum við 90 gráðu horn, 12,5 hérna. Og lengdin á þessu er 25. Og fyrir einfalda, þetta er C-hlið. Þetta er B-hlið. Og þetta A-hlið. Og þetta er svona einmitt á móti hverju. Svo C allt á móti 90 gráðu horni. Svo þetta hérna er stóra C. Stórt B. Og svo einmitt það er 12,5 gráður. Svo ég ætla að finna B.
og byrjum bara á það. Svo við vitum að B þarf að vera jafnt og hundafjörunni á þýðningi 1,80. 1,80. Svo tökum frá með hinu tökum svo við vitum 90 og 12,5. Svo ég mínus 90 mínus 12,5 og þá fáum við að þetta er 77,5 gráður. Og þetta er fyrir bæði grunnlínuhornin sem ég myndi fá og þessi og þessi. Þetta er skipt jafnt. Þetta er jafnama þýðningu. Svo komum fyrsta svarið okkar. Nú fyrir að finna grunnlína, lengdin á því, það er A. Nú ætlum við að nota eina sérreglu sem notur sin. Með því þá skrifum við sin svo hérna kemur stóra A. Það er það og nú ég ætla að nota A og C og því ég veit ekki lengdina á B þá ætla ég að nota A og C og því ég nota A. Svo ég veit að C er 25, ég ætla bara að skjóta upp fyrst. Það er A móti C. Svo endurföndu þetta að fá við hérna, fá við sin A og við sinna báðlega með C, svo C fyrir hérna, þá er A eftir einu með. Og við viljum finna A, þá bara setjum við inn hvað þau, sin og A ef við skoðum aftur við hvað það er hérna 12,5 setjum ekki inn gráðuna við skrifum bara 12,5 og svo sinnum 25 þá gefum við svarið fyrir A. Þá þetta er líka svo flókið og þetta er nákvæmt tala við þurfum að nota reikni við. Og í útkomunni fáum við að A er 15 og ég ætla að það er það bil 5,51. Það er svarið okkar. Eitt við þurfum að gera. Þetta er við hálftagrunninn út og skára í sundur. Svo þurfum að gera sinnum 2. Svo 5,51 sinnum 2. Þá fáum við útkomuna að það er 10,10 og 2. Það er lengdin á grunnlínu. Svo svarið okkar er 77,5 gráður og 10,82 fyrir lengdina. Nú með síðasta dæmi úr stærðfræði B. Við erum með hérna æfingadæmin úr 11 kaflana 11.3 og það er dæmi 5 og það lætur okkur reikna px plus rx svo henda áfram px minus rx og px sinnum rx. Það vantar deilingu svo ég þurfti að bæta það sjálfur við. Svo það er bara sjálfreikna. Hérna er formúlan sjálf. Það er px er jafnt og x í 3 mínus x
mínus x. Svo seinni x jafnt á x í þriðju pluss x í öðru. Svo við ætlum að nota þessu lagum í fyrsta partinum fyrir fyrstu 3 dæmin. Og svo seinni parturinn hvernig við lærum að deila. Það er miklu öðruvísi en þetta. Svo við ætlum að reikna út stigin og stundina fyrir fyrstu dæmin. Svo við byrjum bara að setja hann inn. Áður en við gerum það. Ég vil fá að færa þetta bara til hliðar svo með það beint við hann. Ég get bara skrifa inn hérna. Gera bara x í þriðju mínus x í öðru mínus x pluss x í þriðju pluss x í öðru. Og þá byrja bara að reikna út. Tökum stærsta liðinn, það er x í þriðju, svo við það saman. Og 2x í þriðju. Og svo eftir stærsta því er mínus x í öðru og pluss x í öðru, það verður 0. Í staðinn skrifa ekki neitt, þá mun ég skrifa pluss 0x í öðru. Tökum næsta, það er mínus x. Bara mínus x, svo skrifum við mínus x og svo skrifum við pluss 0. Svo búm. Svo stig við þetta 3 og það er hæsta. Og svo stöðunni eftir hvað eftir á sem er hæsta. Og svo finnum maður niður. Ég skal skrifa upp í fyrsta. Svo endur bara tökum fyrsta númer, það er 2. Seinni 0 út af það er ekkert x í öðru, svo 0. Næsta er mínus 1. Svo síðasta er bara 0. Svo þetta er fyrsti parturinn af dæminu. Svo næsti parturinn verður þá mínus. Og pluss hendur áfram eins og við gerðum í fyrsta. Það er 1x mínus x. Ég myndi 1x í þriðju. Mínus x í öðru, mínus x. Hérna er að parturinn það muna. Setjum mínus út að segja. Og bætum afdrátslinu og þessu yfir. Og svo þau bara einfalda eftir því. Skrifa bara aftur upp á nýtt. Þá fáum við mínus x í þriðju. Svo mínus x í öðru. Nú hérna það passa okkur. Að hérna nú er x í þriðju mínus x. Það er x í þriðju mínus x í þriðju og það er 0x í þriðju. Svo endur bara áfram reikna og fá mínus 2x í öðru. Og svo bara hendur áfram mínus x. Og svo bara pluss 0. Svo ég ætla að handa áfram með hæsta eiginlega 2x í öðru. Það endar með einhverju reiknum, það ekkert x í þriðju. Svo þarftu ekki að hafa. Svo stig okkar 2. Og svo staðlaformúla okkar eiginlega bara mínus 2 mínus 1 pluss 0. Svo tekið flóknara en það. Nú höfum við þessa hérna. Kveikjum við sinnum, þá höfum við að setja aftur í svega. Þá færum þetta líka aftur. Það verður bara beint fyrir hann.
og þau bara skrifa aftur inn í svör. Þetta er mjög lengi að gerast. Þetta er þá hvað er sem að gera. Og það er svona allt saman. Það er bara þú veist að skrifa allt bara í línu. Þú fáum x í sjötta. Þetta 3 plus 3 gerir 6. Það kann að virka með x-in. Og svo bara hendi áfram niður. X í 3 sinnum x í öðru. Plus x í fymta. Nú er það svona döf, så nú er þetta í mínus. Það passar okkur á mínusinn. Það fáum mínus x í fymta. Mínus x í fjóra. Mínus x í fjóra aftur. Og mínus x í þriðja. Nú ætla ég bara að einfalda upp með að vitna. Þessi hérna 2 krossast út. Út af 1x í fymta mínus x í fymta. Það er bara 0, svo ég ætla að krossa það bara út. Og þá getur hann bara að fara einfalda. Það er vitnað út með því. Svo x í sjötta. Og svo setur við inn x í fymta og það er ekkert. Fyrir 0. Og það er bara áfram. Og það er 2. Og það er hérna 1 minus x í 4. Og hérna setni. Síðasta er minus x í 3. Nú þurfum við bara að skrifa restina í ytterpartnum. Svo skrifum plus 0 x í öðru. Og hendur bara áfram. Það fór að stig er 6 og það er hæsta. Og svo er stafur með 1, svo 0, svo minus 2, svo minus 1 og svo restin er bara 0 hendur áfram þannig. Nú ætla ég að fá að færa þetta. Úps. Þetta er svo stórt, ég bara færa þetta til hliðar. Það er bara hérna. Nú er með síðasta partinn og þetta er mitt öðruvísi. Nú er að fara að gera eitt sem er miklu öðruvísi en restin. Færum þetta fyrst. Nú skrifum við þetta bara einum megin. X í 3 minus x í öðru og minus x. Og svo skrifum við bara hinum megin x í 3 plus x í öðru. Svo gefum við svona og þetta skrifum við upp. Nú partin við þetta, eitthvað er að gera þetta, þau setja svo tölu fyrir ofan, eða veikna þetta. Svo hérna viljum við að losna við stærsta partin. Svo, hvaða tala gefur þessa tölu? Já, er ekki bara 1, það er eins og virka og þetta er hæsta. Svo bætum bara við 1 hérna. Það bætum við hérna. Það verður aftur mínus við framan þegar að setja þetta aftur sviða. Við myndum bara skrifa þetta bara inn út af því að mann fann dæla neitt. Og svo skrifa bara upp.
Og þá þegar við reiknum þetta út, þetta er mínus x í því, þetta krossast út. Svo þurfum við að tjekka hérna. Já, þetta er 2x hér. Og svo fáum við plus x. Og við getum ekki farið með niður. Þetta er kódin okkar. Það er ekki hægt að fara niður númer. Þú ferðu eins og segjum að þetta var ekki hérna, bara búm, burt með þetta. Og segjum bara að þetta er plus x. Þá myndi ég þurfa að bæta við x í öðru. Þegar náði burtu fyrsta parti og svo myndi ég bæta við bara eitthvað bara x og 1. Og þetta er eins langt ég get farið niður. Svo svarið okkar er kvótinn sem er 1, það hvað kemur það fyrir ofan. Og svo afgangurinn er hvað er eftir því, sem er þetta. Svo þetta er okkar svarið okkar.